Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Jú, mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Og já, við erum koni hérna með á línuna einn markaskoran og já, sem laði jafnvel líka mark upp helgina fyrir Selfyssinga í jafnteflisleik fyrir núna. Það er Ingþór Björgvinsson. Kóttu bless og sæll höfðingi. Blessaður. Herðu, hvernig er að vera í vinnröðum búningi allt í einu? Þú ert náttúrulega búin að blára all ævi, eða ekki? Jú, það er bara Já. Og þetta leggst vel í þetta tímabil í fyrstu deildinni? Já, en maður þetta hefði byrjað betur sko, en þetta er alltaf að koma. Já. En já, svona ef ég byrja áður förum aðeins í íslenska boltan, þá var ég að spyrja, þú væntanlega séð eitthvað til meistaradeildina helgina, það ekki? Jú, við náum honum annað eftir leikinn og einhverjir og horfðu á leikinn. Og með hvoru liðinu hélst þú þarna, Juventus eða Barcelona? Ég er meiri Juve maður sko. Þannig að það fór ekki eins og ég vildi. Það er á það. Já. Áttirðu von á því að Juve myndu taka Barcelona í þessum leik? Nei, ekki fyrirfram sko, en svo þegar ég jöfni þá leiti það ágætlega út sko. Já. En já, hvað er svona þitt uppáhalds erlenda lið? Ég er púllari, harður púllari. Já, það er mjög skemmtilegt hjá þér. Já. Og já, nú hlýtur það ekki að vera bjartari von framundan. Það eru náttúrulega búið að versla leikmenn eins og James Milner og svona skemmtilegt. Ég veit að ég hljóma kaldaneslegur. Já, ég veit ekki, það er alltaf saman. Já. Það er alltaf saman með vonbrigðin. En svona ef ég byrja hérna heima fyrir fyrstu deildinni, hvernig finnst þér svona fyrsta deildin fara af stað yfir höfuð? Hefur fundist eitthvað lið skara fram úr öðrum í þessari deild? Nei, ekki þannig sko, bara kemur mest óvart sko hversu sterk deildin er bara í ár. Og já, bara hversu jöfn þessi bestu lið virðast vera 3-4 sem eru virkilega sterk sko, og eru svona á viðbjöðu level, og svo eru BI og þeir sem virðast vera slakari sko. Já, nákvæmlega. En já, svona það verður náttúrulega verið svolítið fjör hjá ykkur því að við þurft að sækja svolítið í Hveragerði, það ekki svona í vetur, því að það var nú ekkert skemmtilegast að veðri fyrir ykkur? Já, jú, við vorum að æfa 2 viku inn í höll allan sko. Já. Og ég býð náttúrulega í bænum sko, þannig að við vorum það er yfir 10 skipti sem vorum við eftir í bænum sko, strákarnir sem voru að koma í bænum. Nákvæmlega. En hvernig hérna, já, svona við spáum aðeins í, þitt gamla félag Hamar, nú er svona uppbyggingatímar þar er það ekki? Jú, þetta er bara komið á byrjunum reit þar sko. Bara vera að byrja á nulli og byrja að byggja þetta upp núna eins og það átt að gera hann alltaf fyrir löngu. En já, aðstöðunar, það eru náttúrulega orðnar alveg æðislegar þarna, eða það ekki í Hveragerði? Já, jú, ég ætla að leiða mér að fullir að þetta sé bara einn besta æfingarstaða landsins, sko. Já. Og svo er núna frábær strákur sem er yfirþjálfari í yngri flokkunum og er að gera frábær starf í Hveragerði, sko. Hann Ágúst Öllur, fyrirliði Hamar sem mitt. Já, nákvæmlega. Já, það er svolítið gaman að þessu Hamarsliði að þetta er... Já, það eru nokkri hérna búin að reyma fram skóna núna nýjan leik líka einnig, svona konir inn í hópinn. Já, þar með talinn, bróður minn, að Björn Áski Björgursson. Já. Þvílíkur leikmaður sem hann er. Já, og hann náttúrulega dregur hérna, ég fyrst getið skóna í, 5 ár, eða 6 ár kominn. Já, það. Já, og hann spilaði síðast með Hamrisi hérna á KSÍ síðunni 2007, þannig að það er löng og góð pása. Já, kemur 2 eldur tilbaka. Já, nákvæmlega. En ef þú horfir á þessa fjórudeild, það er hérna Árborg og Hamar sem eigast núna við á miðvikudaginn. Hefur eitthvað séð til Árborgarliðsins í þessu? Sko, ég sé á núna eftir tímabili byrjaði. Ég sá eitthvað leikið með þeim fyrir í Lengjubikarnum. Og
Mér líst bara, ég held að þetta orðið gott sumur af þeim sko. Fengu náttúrulega frábæna leikmannamri, Tómas Inga Hassing, Já, náttúrulega markaskorari og ég er bara alltaf að krefjast þess að hann eftir að skora mikið í sumar. og já, það er náttúrulega í hérna, svo eru náttúrulega nokkrir aðrir í Árborgarliðinu sem hafa spilað með þér eða ekki, sem hafa spilað með Hamri? Jú, það er ykkur nokkur. Já, Alltaf Eiki fyrirliðin þeirra, hann spilaði með mér hérna fyrir 2 árum held ég. já, Hann er alltaf meiddur núna frá í 9 mánuði, það er þetta fyrir hann. ríkala óöfin en ef þú myndir svona spá fyrir þessum leik, þetta er leikur sem að engin sunnlendingum má láta fram hjá sig fara því að það er engin aðri leikir í gangi klukkan 8 þetta miðvikudagskvöld. Já, ég er bara að pæla mikið í þessu og eins mikill Hamarsmaður og ég, þá held ég að Árborg taki það. Ég ætla að henda að spá á þetta farið 3-1 fyrir Árborg. Já, Og Tómas Hassing skorið 2 ef ekki 3 mörk í leiknum. Og svo skorar Ölli úr víti. já, 3-1 Árborg. já, nákvæmlega. Þannig að þú ert alveg með fulla trú á Hassing. Já, ég verð að gera það. Já. En hvernig er annars, ef ég kem aftur að Selfossliðinu þá eru þið þarna, hansi skemmtileg hópur þarna samankominn og Einar Otto, hann er að svona leið ykkur eða ekki inn á vellinum? Jú, hann algjör leiðtogi, bara út í. Stoppar hann ykkur tíman inn á vellinum? Nei, það er bara, það er höfuðökandi í leiknum síðast og það var alltaf nóg til að stökkum sko. Já. Lág hann í fyrir nokkur mínútur, svo stóð hann bara upp og alltaf halda áfram. En hvernig er þetta inn á vellinu? Eru þið að tala íslensku eða ensku þarna? Er það bara að blanda alls konar? Nú er ég náttúrulega búin að vera bara á einhver til sko, þetta var fyrsti byrjundarsleikurinn, þannig að ég hef ekkert spilað ekki með Fúfúra eða tennis eða manís neitt sko, þannig að það sem ég, eins og bara í síðasta leik, þá var náttúrulega bara íslenska, það er bara Lúka og Matt sem eru sem skilja ekki íslensku þannig. Já, nákvæmlega. En hvernig er, annars, nú hjá að vera svona í fyrstu deildinni, finnur þú fyrir miklum svona styrkleika mun því að nú ertu búin að spila þarna í annari deildinni og þriðju deildinni? Já, það er kannski helsti munurinn er bara þjálfunin sko. Menn eru í betra standi og það er betra haldið utan þetta. Og já, svona, jú, það er náttúrulega greiðlega munur að fara úr þriðju deild og upp í fyrstu deild en ég held að ég er eftir að pluma mig vel hana. Já, og Soran, hann er, það er ekkert elsku mamma í honum eða nokkuð? Nei, hann er grótarður kallinn. Já, það er enginn sem mótmælir honum allan. Nei, ekki, ef þú vilt spila næsta leik þá mælur ekki á móti honum sko. Nei, nákvæmlega. En þeir eru með hörku þarna, teimið þarna í kringum ykkur, það er náttúrulega Jón Steindór og Elías og Hafþór Sævarsson og Jói og... Já, þannig að... Þeir eru að gera bara frábært starf sko. Já, og hver er besti vassbyrinn? Nei, klálega. Hvað segirðu? Í liðinu vinnari? Já. Já, það er Sindri Pálmason. Já. Ég verð að segja það. Hann er mjög efnilegur vassbyrri. Já, nákvæmlega. Ingþór, þú spáir eins og 3-1 á miðvikudaginn næstkomandi og svo er náttúrulega bara að drífa sig á næsta leik og þið þurfum náttúrulega stuðning að halda í fyrst til karla, það er bara Selfoss Fram, mikilvægur leikur núna á 50-daginn. Já. Og Fram var náttúrulega fjallu úr Pepsi-deildinni í fyrra og þeir eru bara einu stíu eftir ykkur. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er hansi skrautleg deild því að það lítur út fyrir að allir geta unnið alla í þessu. Já, einmitt. Það er bara hannig. Ingþór, svona rétt í lokin, ef þú mætti fara draga ykkur leikmann hérna í Liverpool-liðið þitt, hvern myndur þú fara að fá í sumar? Herðu, þetta er erfið spurning. Já. Ég ætla að segja að passa þetta bara. Já, nákvæmlega.
Og þá bara hendi ég einni spurningum viðbót. Þú hlýtur að fylgjast aðeins með NBA Finals, Cleveland eða Golden State? Það er Cleveland. Já. Ég er LeBron-maður. Þú ert LeBron-maður? Já. Þannig að hann er að fara að jarða þessa Golden State menn? Já, ég held að nú. Já, nákvæmlega. Stórglæsilegt. Ingþór Björgvinsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og halda áfram að leggja upp og skora mörk. Já, fyrir mig. Ágætis byrjun. Já, Bestu þakkir. Blessaður. það er ok, takk. Já, þessi leikur Árborg Hamar í Hveragerði klukkan 8 næstkomandi miðvikudag, svo er náttúrulega leikur annarkvöld hjá stelpunum í Pepsi-deild kvenna. Það er Valur Selfoss og sá leikur hefst korter yfir 7 með minnir á Hlíðarenda eða Vodafone vellinum, svo á miðvikudaginn er hjá stelpunum í IBVF á Hásteinsvelli, IBVF KR, sá leikur hefst klukkan 6 og svo á fimmtudaginn þá eru leikir í fyrstdeild karla og þá er Selfoss að fara að spila gegn Fram eða fá Framara í heimsótt klukkan korter yfir 7. Held ég nú, næsti viðmælandi minn er enginn annar en Viðar Örn Kjartason, fara ekki langt. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli.